sem spiluðu hér áðan til úrslita í deildarbikarnum hjá stelpunum og þar voru fram konur sem unnu. Nú það strákarnir og það Valur og Afturelding. Valsmenn sigruðu Elfsborga í dramatísku tvíframlengdum leik í gær 32-28 og síðan voru það Aftureldingstrákar sem sigruðu ÍR-ingar 25-20. En nú það úrslitin. Við bíðum bara eftir að liðin séu tilbúin að ganga inn á parkettið svo við getum kynnt leikmennina fyrir ykkur. Ég minni á það að strax eftir leik verða meistararnir að sjálfsögðu brýndir. Jæja, áhorfendur góðir, verið velkomnir að skjánum aftur Sport TV með ykkur hér í Strandgötu, Hafnarfirði, þar sem að fer fram úrslit í deildarbikar karla, HSÍ og Flugfélag Íslands. Sjá það, Sport TV sér að sýna ykkur leikina. Ég heiti Freyr Brynjarsson og með mér Einar nokkur Jónsson, velkomin Einar. Takk að þér. Hvað veit illa þig, Haukamann, Haukaþjálfara? Já, bara Haukamann. Handboltaspeking? Nei. Nei, ég líkti það. Já, Haukamaður er fínt. En þetta voru hörkuleikir hér í gær, náður eitthvað að sástu eitthvað af þeim leikum? Já, ég sá fyrirleikinn, Valur FH. Já, það fór í tvíframlengda leik og mikið aksjón. Og teljast nokkuð gott hjá Valsurum að geta klárað það að vera með tvo sterka pósta með sér. Já, sjálfsögðu, en FH vantaði náttúrulega Ásbjörn og ég man nú aldrei hvað línumaður heitir sem kom frá Akureyri líka. Já, ok. Það vantaði þá tvo og hann hefur verið að spila mikið núna þessi báðir. Ásbjörn náttúrulega lykilmaður hjá FH, en þeir eru náttúrulega öll liðin hérna vantar ykkur. Vantaði Jóhann Gunnar og Örninga hérna í Aftureldingu í gær og Já. Og líka hjá ÍR náttúrulega Arnar Birgir í banni og Bjarni Friðs meiddur og svo datt Björki út, þannig að þetta er svona. Já. Jóhann Gunnar kominn inn í hópinn hjá Aftureldingu. Ég held að hann eigi nú ekki að spila mikið, hann talaði það hann Einar Andri að nýta hann kannski í yfirtölu. Já. Og víti kannski. Já, klókur leikmaður. Og reyndur, þannig að það er gott að fá hann inn fyrir þá í yfirtölunni og gott fyrir Birki að fá tíma hérna í þessu móti. Já. Auka tíma. Þessi lið hafa nú mæst tvissar í vetur og Afturelding vann fyrsta leikinn 23-18 og svo setni leikur eða síðasti leikur sem það fór í jafntefli 28-28, þannig að Afturelding hefur nú smá taka á þeim. Já, Afturelding með hörkulið. Spila mjög góðan varnarleik og með Davíð heitan fyrir aftan. Og þeir hafa ekki verið að fá þessi mikið meira en þetta 20-25 og þá eru lið alltaf í séns að taka stig og tvö jafnvel. Já, nákvæmlega. Svo náttúrulega Valsararnir með einn heitasta markmann á landinu, Stefán Nílsen. Já, besti markmann í deildinni held ég. Já, hann var frábær hérna í gær með 34 en það sjálfsögðu þetta tvíframlengda leik en engu að síður þá var hann frábær í þeim leik og skilaði þeim sigri öllum ólastöðum. Já, mér fannst það sem ég horfði á. Munurinn var, hann tekur 2 víti þarna í framlengingunum í lok leiktíma og svo í framlengingu og dauðafæri. Já. Það er það sem að skilur kannski á milli þessara liða. Ágúst Eli var reynda frábær líka. Já, þeir voru hérna með ungan strák og Ómar Ingi Magnússon hjá Val. Skoraði ykkur 8 mörk en það var reyndar úr 22 skotum en hann stóð sér ágætlega. Já, ég var reyndar að horfa á þetta í gær og mér átti gaman að sjá það 3 örfendum hérna í Val og FH, þá komu allir frá Selfossi. Já. Það var náttúrulega Raggi í FH og hann hotnamaður, Andri. Já. Og svo Ómar, hann frá Selfossi, ungur strákur, enn í 3. flokk. Já, ok. Það er 97 mótil held ég. Svo hérna leikmann nr. 11 hjá Val líka Daniel Ingarsson, sonur Inga Rafns. Þjóðhetju legend í Val.
Já. Og Daniel var náttúrulega að spila, þú þjálfaði hann eitthvað ekki? Hann var í Haukunum í smá tíma? Já, hann forðaði sér nú þegar ég tók við flokknum, en hann var ára undan og þá var ég aðeins með mér í öðrum flokk líka. Já, hann meiddist illa þarna, fótbrotnaði illa á sín tíma. Já, og sleitt crossbönd svo í kjölfarið þarna þegar hann skiptir í Val, þá er hann með slítinn crossbönd. Hann er að fá tækifæri hér í dag, skilst mér á þjálfarunum að fá nokkra mínútur og að sýna sig og sanna. Hann er sannkallaði föðubetrungur myndi ég. Já, hann er mjög mikið efni þessi strákur. Flottur alla yngri flokkana. Og hérna, hann fekk nokkra mínútur í gær. Já, Valsararnir náttúrulega, þeim vantar Guðmundur Geir og þetta eru markahæstu mennirnir í liðinu. Já. Og það er næstur Kári, hann er hérna þriðji markahæstur. Já, og þeir eru kannski að skapa mikið af þessum mörkum, sérstaklega Guðmundur fyrir Kára. Já. Þannig að það vantar sterka pósta hjá þeim. Já, það verður frómt að sjá hvernig þessi leikur þróast. Gunnar Kristinn Þórisson er hérna í vinstra horninu. Svo er Böðvar og Elvar, Ágúst Birgir og Birkir Benedikts og Árni Bragi sem að byrja þennan leik hjá Aftureldingu. Já, ekki Ágúst sonur Ískálsins? Já, það? Já, hann sér bara burðinn á kallinum. Með 5 á bakinu og allt klárt. Og hann er kannski ekki eins sveittur og pappa sinn var. Það kannski kemur með aldrum. Það kemur. Það eru Afturelding sem að hefja þann leik og Valsarar spila 6-0 með sækja vel út í skipturnar. Og hér þetta fín vörn hjá Orra. Vel mætt. Já, Birkir Benedikts. Þetta er gríðarlega hávaxið lið hjá Aftureldingu og erfitt að spila á móti því. Gríðarlega spennandi strákar hérna. Já, Böðvar. Og hér er og þetta er alvöru skot, Elvar Ásgeirsson með frábært mark. Óverjandi fyrir Stefán í markinu. Og áhorfendur taka vel við sér hér í Strangutinni, það er fullt hús hér nánast. Já, þeir verja hann ekki þarna, það var alveg ljóst. Nákvæmlega. Það var að Valsarar, Alexander með skot, hann er ekki að gera sér mat úr því. Hann hefði getað laumað hann inn á Kára, hann var búinn að ná blokk á hann hérna Elvar, hornamann. Já, leysir hann aftur inn, hann kemur skotið framhjá og ég sá ekki hver skot þarna. Það var hann Júlíusson. Já, Alexander sem átti það. Þetta er allt gamla handboltastöður sem þessar Valsstrákar. Já, þetta er ansi mikið af það er að koma upp núna, ungviðið er að koma upp. Já. Það var Afturelding aftur. Fyrirfram Einar, hvað myndirðu segja? Myndirðu giska á svona í þennan leik? Böðvar hérna með skotið framhjá. Valur er náttúrulega búinn að vera bestur í vetur, þannig að hann var ávon á þeir vinni þetta. Já, þeir vantar hann eins og það kannski vantar stóra pósta. Já, vantar 2 stæðstu. Svo get ég bara aldrei haldið mig liði í svört og hvítu, þannig að ég held að Valur vinni þetta bara. Þeir eru nú með eitthvað rautt í sér hérna. Já, það vantar alveg þennan búning, ég er ekki alveg sáttur við þá. Það er í merkinu það. Já, það er merkinu. Jæja, Kári, hann ætlar að fara í gegn hérna, nær því ekki. En Afturelding með það lið sem hefur spilað mest hjá þeim í vetur, Örn er búinn að vera mikið frá. Já, það er alveg rétt. Þannig að þeir fara langt á því. Já, skilst að hann sé til að vera klára í febrúar. Hér er Elvar, Alexander, Elvar aftur. Hending komin upp. Já, fín sending í hornið en Davíð vandanum vaxinn í markinu og ver þetta örugglega. Var það svo Bjart. Já, Bjartur ætlar að reyna að hausa hann og Böðvar. Vel skotið. Hér er glæsilegt mark. Staðan 2-0. Aftureldingu vel, þeir byrja þetta vel. Þeir ætla greinilega að skrá nafn sitt í Suðurbökkunum hérna, fyrsta liðið sem vinnur. Það er að segja Afturelding.
getur orðið fyrsta liðið til að vinna hér bikar í þessu móti allan. Þetta hefur verið full einægt hér í, það hefur verið FH og Haukar að skipta svo milli sín síðan 2009 held ég. Já. Þá var það Böðvar, hann kom gegn þetta en dæmt. Skrifaði fótum. Annarkvort allan. Þá var það Elvar og hann, ekki brotið á honum þarna en ekki dæmt. Og glæsileg markværsla þarna hjá Stefán. Árni Bragi keyrði þarna upp alla völlinn. Ég veit ekki alveg hvernig Elvar er að byrja þennan leik. Mér finnst það rosalega eitthvað áhugalaus. Hann er þungur á sér greinilega eitthvað. Það hefur verið eitt jólaboð í gærkvöldi viðbúr. Já. Það er svona smá þyngsli yfir Valsmönnum. Svona ásjón yfir þeim. Það er ekki alveg tilbúin í þetta. Það er spurning hvort það er kýrðið sér í brók hér. Það verður því fyrir sig betra fyrir þá. Það verður það Böðvar. Og Böðvar aftur. Birkir. Og í horninu. Já. Ágúst þarna. Orra hrind honum eitthvað. Já. Smá tildal. Þeir eru hérna, mér finnst bara Afturelding einbeittar í þessu. Já, þeir ætla sér að vinna þennan leik. Og þetta er fín vörn hjá Alexander. Mætir honum duglega á honum Birki þarna. Og ég held að Birkir hugsa sér tvisvar áður en hann fer aftur í svona. Já, hann er búinn að koma hérna 3-4 metrar út fyrir punktalínu Alexander þegar klippingarna fara í gang. Já. Mér sýndist Jónas að lyfta hendinni og hendin sem komin upp á Aftureldingu núna. Já, þá fer að stilla þær upp fyrir Böðvar vantarlega. Þetta er rosalega hávaxinn útilína hérna. Já, og þetta er allt strákar held í öðrum flokk ennþá. Já. Aftureldingu reyndar ekki með annan flokk í deildakeppni því að þeir eru að spila svo mikið hlutverk hér. Já, ok. Og þeim vantar núna inn á Jóhanna báða, Jóhann Gunnar og Jóhann Jóhanns. Já. Þeir eru búin að vera mjög öflugur. Þeir eru mitt markaðistu leikmenn liðsins. Hér er skot og þetta er bara beint á markið en hinn fór hann, Elvar. Þetta á Stefán að velja. Já, hann var aðeins sestur og mikið þarna. Stefán var frábær í gær, spurning hvort hann náði sér á strik hér í dag líka. Það er algjört lykilatriði fyrir Valsarana. Elvar og Gunnar Kristinn, stemningsskall. Hét hann ekki Gunnar Malmqvist í fyrra? Jú, hann heitir þá eitthvað? Malmqvist ættinni sko. Já. Ég held hann allavega skráður hér Gunnar Kristinn Þórsson. Við skulum bara segja það sem okkur dettur í hug. Hér er Kári kominn í gegn og hann er að koma honum í gegn í markið. Vel gert hjá Kára. Það er sitt fyrsta mark og fyrsta mark Valsara. Böðvar með skoð, þetta er beint á fyrir annars tækifæri og aftur ver hann. Stefán með 2 varinn. Já, frábært hjá Stefán Nilsen kom með 3 varinn hér í dag. 2 röð frá Böðvari. Það kemur Elvar og Kári. Kára. Kári aðeins á hreyfingu þarna. Mér finnst það bara ótrúlega sjaldan dæmt á Kára með hvað hann notar botninn mikið. Já, hann er bara svona vel vaxinn. Já, með góðan púða þarna. Já. Það er nú eins og ég, línumenn fá svolítið að Þetta er mjög misjafnt. Já, þetta er svona misjandi dómurinn líka bara. Já. Hvaða línu þeir taka. Kári klálega sterkasti sóknarlínumaðurinn í deildinni hérna í dag held ég. Það er klálega, hér var hann gult spjald fyrir að toga. Já, hárrétt. Bestu dómarar landsins á flautinu hér, Anton Gylfi og Jónas. Klálega. Það var það Böðvar, hann getur skotið hvar sem er, Birkir. Elvar fer í gegn eða hvað? Nei, Kári stöðvar hann, vel gert hjá Kára. Kári á leiðin til Katar. Hann líklega svo eini hér sem er að spila. Já, ekki. Og Böðvar gerir þetta frábærlega. Já, mér veist Stefán er að fá sér mörg sem hann átti að fá sér sko. Hvað segirðu? Stefán búinn að fá sér 2 mörkina sem hann á að taka. Já, hann er eitthvað á hælunum en þá. Þá
kemur leikmaður nr. 14, Ómar Ingi, sem var markaðastur hér í gær, inn á örfendur. Hann fer strax inn á miðuna, gefur á Elvar. Elvar leitar hér að Finn, finnur upp í skotið og skorar. Flott skot hjá Finn. Já. Finnur að stimpla sig inn hérna, hefur ekki sést hérna í þessum leik fyrir en núna. 4-2. Já. Valsmenn eru ekkert langt undan, sko. Nei, en sé það bara að stimpla sig inn í leikinn. Já, mér eftir bara vantar að vera beittar í sóknarlega. Já. Það kemur. Birkir Böðvar upp og hann skorar enn eitt markið. Stefán Nílsen ekki að ná að klukka þessa bolta. Nei. Hann segist ekki sjá neitt. Ég meina, Böðvar ættu nú að sjá Böðvar í loftinu alla tíma. Það er enginn sem að það er enginn að klukkan þetta uppi og þetta er 1 með 2 metrar utan punta. Já, skrefa á unga Ómar. Þá koma Mósvellingar. Já, gríðarlega sterk vörnin hjá þeim. Já, Hrafn Ingi skiptir út af vörn og sókn við Ágúst. Já, þetta er ekki áreiðanlega vörn sem Afturelding getur sett svona í 6-0 vörn. Ég er ekki mikið að fara að stöppa yfir það. Já, kemur Böðvar aftur. Íslána, hann nær þessu. Nei, Alexander nær að grípa þennan. Já. Böðvar öflugur, Elvar með fínt stökk og flott mark á honum. Já. Ég meina, Böðvar var búinn að setja Stefán í hittónið. Hann var óheppinn, fór í svona. Já, þarna gerði Elvar vel. Hann er búinn að vera öflugur í vetur. Búinn að spila vel fyrir Val. Leysa þessa stöðu af Guðmundi þegar Guðmundur þarf hvíld. Já. Hann spila svo á miðjunni líka. Já. Hann og Guðmundur skipta þessum stöðu mest á milli sín. Já. Þetta er fín vörn hjá Alexander. Já. 10 mínútur liðnar af þessu leik, staðan 5-3 fyrir Aftureldingu. Hér lesir Gunnar inn, Böðvar í skotið, þetta les Stefán. Munar svo miklu þegar Böðvar kemur svona breytt á völlin. Já. Þá þarf hann að hitta ansi vel. Já, það er rétt. Þegar hann fær að stökka upp á miðjunni þá hefur hann allt markið. Það segir sig sjálft. Já, stillir Elvar upp í vörnsögninni. Hér það eru brotlegir, já. Þetta eru Aftureldingismenn ekki náttúrulega, þeir eru að spila 5-1 vörn. En geta stilt upp í svakalega 6-0 líka. Og Bjartur Kári hendin uppi, Ómar, glæsileg fitta, frábærlega gert hjá Ómari. Mjög vel gert. Já, þetta var frábærlega gert. Og Wittmann svo í kjölfarið, þetta var bara... Já, það var komið í vítið alla tíman. Já, Óskar vildi fá eitthvað meira á þessu. Það var eitthvað að tala ósáttu að hendi var að koma upp. 5-4 núna. Já. Og Böðvar Birkir með skot af gólfinu en það í stöngina. Hann gefa honum þetta varið, veit það ekki. Það fór aðeins í hann. Elvar ætlar að dribbla sig í gegn. Ekki bara þarna. Ágúst, það er áminningu. Há rétt dæmt. Jákvætt hjá Val þó allavega það eru 4 búin að skora þessi 4 mörk en það eru bara 2 að sjá þetta hjá Aftureldingu. Þeir þurfa fleiri inn þar. Það er há rétt. Svo er þetta líka held ég spurning markvarslu. Hvaða liðin er betri markvarslu? Hérna lendir Júlíusson. Hendur Júli. Illa en við ná að fá fríkastu það. Já, Hrafn Ingvars er hérna að spila þetta fyrir aftan.
með Kára í miklu gæslu en Kári að rífa í treyjuna. Sýndist nú vera bara báða bóa. Kára Jóhann kominn inn á. Já, Jóhann kominn inn á. Og Ómar skiptir við Orra. Já. Já, Afturelding verið efnilegt lið í hans í mörg ár finnst mér. Þeir hafa alltaf verið nálægt í að geta eitthvað en það er svona í ár sem þeir hafa sprungið út. Þetta er aukakast sem að Jóhann fær. Orri brotlegur. Já, þeir voru með ungverðnir lið, Jóhanns aldur, númer 20 og svo bætast þessi stráka við sem eru komnir upp núna, Böðvar, Elvar og og Árni Bragi held ég, ungir og efnilegir strákar en bara tilbúnir í verkefnið. Já. Jóhann, Orri mætir honum að það Birki og skotvarið, glæsilega varið, ekki með löngsetting fram á Finn. Finnur einn og óvaldaður og skorar. Já, 5-5. Frábær vörn hjá Val. Orri mætti hérna Birki vel og ég held að þessi vörn sem þeir eru að mæta Birki, hann verður allavega ragari og ragari að mæta á að skjóta. Já, þetta er erfitt fyrir hann og með Stefán í markinu líka. Já. Jóhann reynir að koma sér í gegn, brotið á honum. Heppinn að fá ekki fær gul. Já. Bindur honum. Það verður góð tök á þessu Anton og Jónas. Já. Það er ekkert að leipa þessu upp í vitleysu. 5-5. Og dómarar leiksins stoppa til þess að þurrka. Valsararnir komnir inn í þennan leik eins og töluðum um hana að þeir voru ekki alveg tilbúinir hérna í upphafi leiks. Já, vantaði eitthvað upp á. Já. Böðvar kom með 3, Elvar 2. Svo er það Finnur með 2 hjá Val og Kári, Ómar og Elvar með 1. Flott nýting samt hjá, ágætis nýting hjá Valsarunum. Það var Alexander sem er búinn að klúra. Hér kemur skot og Jóhann Jóhannsson setur hann. Kemur Aftureldingu yfir. Kemur Alexander yfir fyttuna og skotið en hann fær fríkastið. Þetta vinkonum það inn á Kára. Já. Já, góð stemning er á pöllunum. Afturöldingsmenn að nýta sér velgengni sinna manna. Duglegir að mæta á alla leiki. Og Elvar. Alexander með skot og stöngin inn, stöngin Davíðinn. Já. Þetta var vel gert í Alexander. Böðvar alltaf svara þessu. Ég sé líka bara óskynsamir núna aðeins Aftureldingi skotum. Þeir eru þarna að taka, þetta er ekki gott færi. Hann er komið með bara 8 skota á markið, 3 mörk. Kári ætlar í gegn, nei, kemur boltan á Bjartur á Kára, frábært spil og vel klárað, þarna var nú duglegt peysutók. Já, Árni átti ekki mikið séns í trukkinn þarna. Nei, heldur hann ekkert á peysun eitthvað saman, það er alveg ljóst. Þetta er hvort að tósa þessi skeggi, það kannski stoppar hann. Já, Valur kominn yfir. Já, 7-6. fyrsta skipti sem að Valsmenn komast yfir í leiknum. Já. Jóhann. Já, þetta var Jóhann með skotið. Já, Jóhann með skotið. Þetta er gott skotværi, en bara ömurlegt skot. Já. Bara einhvern veginn, hann greip hann Stefán, hann hitt hann ekki, fyrst hann ekki á höndunum. Nei. Svo er Hlynur Mortens hituð upp, hann er að verða klár fyrir Valsarana. Ég held að hann sé stemt að því bara hann komi í febrúar. Ég veist að hann spili nú mikið hér í dag. Nei, hann er ekki á bekknum. Hann er bara liðstjóri í dag. Við ætlum að hlusta á hvað Valsararnir hafa að segja. Í hraðabrömpinu, ykkur 2 inn á og reytum aðeins. Kári kemur upp hægra megin og við tökum Ómo.
því þeir eru með mann á móti, það er svolítið erfitt. Með eða móti? Bara með, en breytum ekki öllu. Strákar, síðan við erum bara að ná vörðinu núna, við erum að halda því áfram. Flott, við erum að ná að komast í okkar sem að hérna skipta, þannig kemur inn að fyrir Alex reynir að koma hann hefur reynið að skipta í vörð, annars verður bara í þrýstinn. Ef hann kemur með þrýstinn, hann standar að slá, ekki flata, hann getur alltaf pussað í. Og Bjartur hérna skipti við Vignir. Gera þetta skipti hvað dráðar. Þú varst aðeins með vörðinu. Koma! Það vil líka háma hægri, Finnur, tilbúin að koma kannið. Stoppa, þetta er með okkur núna. Vörður! Já, alltaf hérna smá breyting í öðru tempói hraðaflöpunum. Alltaf var Kára upp hægra megin. Já. Og þannig að öðru leyti þá var þetta bara til þess að fíla menn. Gera 2 breytingar, Bjartur skipti við Vignir og Danni við Alexander. Já, Daniel Þór Ingason, sonur Inga Rafns. Með legend í úrval. Fyrir í Hafnarfjörðinu þetta. Þetta er frábærlega gert af Jóhanni, hann er kominn inn á og gefur á Gunnar inn. Og Stefán les þetta. Það var rosalega markmann. Já, hann lét ekki plata sig og finnur inn hinum megin og hann skorar. Frábær kafli hjá Völsurum og skoraði hér 3 í röð. Þvílík markvarsla hjá Stefán Nielsen. Jóhann er kominn inn á, hann ætlar að reyna á öxlinn eitthvað. Já, Einar hann ætlar ekki að láta þetta fjara út í það. Setja reynsluboltana báðinn á Jóhanna. Þeir eru ekki mikið að kannski, já, þetta er slæmt sending út af og Valsarar eiga innkast. Kári fyrir á miðsvæði, kemur hægra megin. Alexander með skot, það er yfir. Já. Þetta var svona júlaskot. Það var Jóhann, hann tekur skotið, brotið á honum og fengar sér hérna eitthvað. Þetta var hárrétt, brotið á honum. Kemur enn eitt handboltabarni inn á. Nú, já, það er sonur Bjarkar Sig. Já, Kristinn Hrannar kominn inn á. Það var Jóhann og Jóhann aftur, Jóhann seinni. Jóhann 1 og 2. Já. Og Elvar upp að tekur þetta bara snöggt. Orri var að spjalla við Elvar. Já, þetta gleymdi þessi í vörninni í Valsarar og Elvar og Ágúst nýttu sér það. 8-7. Valsmönnum í vil. Og afturölding komin í 6-0 eftir leiklið hjá Valháðan. Já. Ekkert villust að setja það í 6-0 með Daniel og Ómar hérna, óreinda leikmenn. Elvar upp og hann skorar, hann er ekki óreyndur. Þeir verða þó séu hávaxnir að stíga úr. Já. Það er lykillinn að þessu. Þetta hleypa þeim í auðveld skot þó að það sé 6-0. Staðan er 9-7. Val í vil. Það er engin 2 mínútur að þá. Nei. Það verður að teljast til tíðenda hjá þessum dómurum. Þetta voru skref. Anton klikkar ekki á því. Þeir klikka yfirleitt bara ekki mikið í þessu. Nei. Nú er þetta Kára að bregða sig í miðjuhlutverkið og leysa inn. Já, þetta sé bara draumur hjá honum. Já. Ómar kemur inn á. Það var Daniel. Elvar finnur leysir inn, fær boltan og fær bara opið. Já, þessi hann fekk allt of mikið tíma, það var mér. Þeir hefðu getað brotið á honum. Valsarar halda samt boltanum. Og Ómar. Brotið á honum, Jóhann. Ég veit ekki með allt, nú eru þeir svona í 5-1. Þeir eru búin að rótera mikið núna. Já, en þeir eru að bíða bara eftir að Hrafn komi inn á. Já. Það sé málið, hljóta. Nei, þeir ætla bara að halda þessi 5-1 vörn.
Erfitt að skipta Jóhann út af, það er svo löng skipting undanlega. Daniel reynir að komast í gegn. Kári með skotfengið þarna, fær boltan, reynir að komast í gegn, það er brotið á honum. Hending komin upp. Já. Það er ískápurinn. Það er brotið á honum. Það er mini-fridge. Já. Það er bara einn ískápur sko, þannig að það er ekki að vera frystikistan kannski. Ómar, nei, þetta er ekkert, það er bara ennþá. Já, ég er sammála afturlending þarna, það dæma aðeins boltan. Já, Ómar heldur svo í boltanum við allir. Kári með skotið og það er beint í fangið á... Hann steigir fyrir punktalínu. Og Jóhann með sendingun Ágúst skorar. Vel gert. Fínt spil hjá þeim. Jóhann var aldrei að fara að skjóta þarna. Nei, hann er ekki mikið að skjóta frá punktalínu. Nei. Býta með öxlunum og svona. Það var bara að leita sendingun allan tíman þarna. Já. Það er 9-8. Það er aðeins að dreifast úr markaskorunni hjá Aftureldingu. Ekki bara þessu tveir. Hér kemur Elvar með þvílíkt mark. Þvílík negla maður. Glæsilegt mark hjá Elvari Friðriks. Kom með 3 mörk. Og kemur Valsönum í 10-8 að 2 marka fórstu. Já, kemur Bjarki markmaður inn á fyrir Davíð. Já. Bjarki Snær Jónsson skipti við Davíð. Davíð Svans átti líka flottan leik í gær. Það var Jóhann fyrir skotið. Frábær vörn þarna hjá Elvari. Löng sending. Og glæsilegt. Frábær sending. Frábær bolti hjá Stefán. Og það var Vignir sem er komin inn á. Vignir Stefánsson sem að greip þennan bolta. Og lagði hann örugglega í markið. Já, Valsarar að koma sterkir til leiks hérna eftir að hafa byrjað þennan leik. Svona ekki alveg vakandi. Við erum búin að sína mátt sinn og megin hérna sóknarlega og eru að spila fantavörn líka. Já, bakverðina hátt. Já, þeir eru að sækja það langt út og brjóta, ná að brjóta. Böðvar með skotið en Stefán er að verja þetta. Já, Valur að halda þeim í mjög erfiðum skotum. Já, nákvæmlega. Stefán komið með 8 varða. Kemur hornið inn. Já, árað Böðvar, hann fyrir skotið, nei, þeir mæta honum þarna. Elvar er duglegur, frábær sending, frábær markvarsla. Frábær leikur. Og Stefán Nielsen að vakna til lífsins. Já, hann er, hvað er hann með 50% markvist eitthvað svo leiðis? Já, hann er með 9 varða. Besti maðurinn á vellinum eins og staðan er. Já. Og Elvar búinn að stíga upp. Já, Elvar búinn að vera, eins og við tölum, hann að vera þungur inn upp á við. Hann er búinn að vera þeirra bestur sóknarlega undanfarið. Frábærlega gert hjá Jóhanni, stal boltanum að Danieli hérna. Afturölding, Böðvar, Kristinn og Kári dæmdur. Nei, Daniel Inga fyrir broti á Jóhanni hérna í hraðaflöpinu. Fyrsta brottlýs leiksins, Daniel Þór Ingason. Og þá og sjáum við hvað Afturölding gera. Já, setja þær einstu boltana báðinn á. Já. Tók Böðvar út af. Jóhann væntanlega sækir á markið og leitar svo og opnum manni. Kemur innleysing hérna. Já, þetta er þekkja flestir handboltamenn. Og hann næst skotinu Ágústnar frákastinu, aftur veran. Já, Elvar kom hlaupandi úr tegnum. Já, þetta er rétt. Ágúst samt sem áður. Það er spurning hvort einhver þóra á punktinn bara, hann er að taka þetta allt. Já, Jóhann stígur glaður á punktinn og hvað gerir hann? Nei, það er gripið frá honum. Það er ekkert annað. Já, Einar Andri er nú ekki ánægður með sína menn núna. Nei, þú ert ekki að reyna einhverja krúsidúlur á Stefán í svona... Nei, og
svona stöðu, þú ert að missa það frá þér, þá viltu fá alvöru tilraun. Já. Þá koma Valsararnir með klippingar. Elvar, Ómar, frábær fitta. Hann nær að dribbla. Þetta er ekkert gult, þetta er bara 2 á Jóhann. Alveg klárt. Guldspjald á Óskar og bekkinn, 2 mínútur. Óskar hendur áfram. Það verður að kunna sig. Anton hleypir mönnum ekkert með sig neitt. Nei, þetta var, hann leit illa út þarna, reif aftan í hann. Guldspjald á Jóhann. Þeir voru ekki komnir með 3 áminningar. Nei. En mér fannst það samt verið 2 mínútur. Já, sammála því. Davíð bara með 4 varða. Bjarki Snær ekki náði að verja bolta ennþá. Sveinn kominn inn á. Sveinn Aron Sveinsson í hægra hornið. Það er einn valsmaður út af núna. Þeir verða 4 í 49 sek. Nema að fæ ekki meira. Nú er tækifæri fyrir Aftureldingu að minnka þetta. Vinna þetta 2-0 allavega. Það er ekki 3-0. Það voru að passa utanverð. Svenni fari í árás núna. Ég hugsa að það sé nokkuð ljóst að gefa hugmynduna og snúningin, já. Hann er ágætur í þessu. Öflugur strákur. Það er helst þarna tækifærið, sjáu þið hann. Hann er skoti en víti og 2. Kristinn, ég veit ekki með 2 mínútur. Víti, það hefði ekki alveg nóg. Ég veit ekki hvað 2 mínútur þetta voru samt. Nei. Fyrst Jóhann fór ekki út af því 2, þá er þetta nú alveg... Hári Kristján. Þetta hef ég aldrei séð. Já, hann finnst að vera rosa góður en þetta fór illa. Þetta hann sé búið með sinn séns í vítabúndunum allavega í dag. Þá er það 4 á móti 5. Og Böðvar sendir í hornið, Gunnar með flott skot. Og Gunnar skorar sitt fyrsta mark í leiknum. Vinna hér. Ennþá 4, núna komin inn á, 5. maður. Orri fer hérna inn í hægra hornið, ætlar að leysa inn. Þeir eru á eitthvað vildi, bara lyfta hendina á núna. Orri leysir inn, Elvar upp í skoti, fær allt opið, Jóhann stendur bara að horfa á hann. Allt og flatur á hann. Elvar nýtir sér þetta, hann er búinn að vera sjóðandi hérna dag með 4 mörk. Allt inn í honum. Tveir menn sem við drulluðum yfir hér í byrjun er búinn að vera bestir, Stefán og Elvar. Kári fiskar, reynar að fiska ruðning. Ekki dæmt, hann fær aftur á móti víti. Það sem að Orri var inn í teik. Þeir fannst Kári dæmda full. Þetta eina andri fáið gull. Anton. Sýnum hver hefur valdið. Sestu vinnur. Einar. Þetta var 100% stóngjörsla, þetta voru enga 2 mínútur og ekki neitt. Nei, þetta var hárrétt, bara víti. Kári að reynda að fiska þarna ruðning, kannski mátt bíða aðeins með að detta þarna. Það var Gunnar, hann skorar! Sitt annað mark í leiknum. Þetta var örlítið betra víti heldur en áðan. Nú er komið full lið, það var 19 sekúndur einu fleiri. Ómar upp, sendir í hornið, Sveinn með skotið en það er varið frá Bjarka Snæ. Þetta var erfitt fari. Það var ekki besta færi einum fleiri. Nei,
Afturhendingendur minnkaði þetta í 1. Það er jafnt í liðum. 2 mínútur eftir af þessum hálfleik. Já. Hér leysaður inn úr horninu Jóhann upp. Böðvar frábær vörn þannig á Kára. Lokaði hann á Böðvar. Jóhann. Og það er brotið á Elvari. Kári að spila ágætis vörnum, Já. Valsararnir eru duglegir að stíga aðeins út og erfiðara sendingar, þannig að spurning hvað þeir gera núna. Böðvar, nei, frábær, já, fín sending hérna. Það er bara fín tilraun hjá Jóhanni inn á Ágúst. Þannig að brotið á Ágústi, hendingun upp, þá fer Jóhann upp í skotið, frábær vörn hjá Elvari, ekkert annað. Já, fer nú í andlit á honum. Já, sýndist það nú vera bara að leiðin niður, þetta var ekki viljandi. Ekki hann hafi verið að Tók í hendina á skothendina fyrst. Öxlina. Veiku öxlina. Kemur Elvar og klippir Böðvar. Já, Elvar tekur, nei, Böðvar upp í skoti. Alexander með frábæra vörn. Hér er löng sending á Svein. Þvílík sending og þvílíkt mark. Ég held að þetta væri tapaði bolti. Já, Sveinn Aron. Þvílík sendingur fyrir. Já, hann er ekkert að hika við þetta. Hann, Stefán og núna skorar Böðvar. Já. 13-11. Og mínúta eftir slétt af þessum fyrri hálfleik. 13-11. Valsmenn vinn. Það var að Alexander og Elvar. Já, Danni Inga fekk ekki marga mínútur núna. Nei, hann var fljótur út á með 2. Kári hérna með blokkiringuna en það er fríkastið. Elvar kannski full seinna að senda hann að boltan. Já, hann er ofn álátt löpunum hún líka. Aðeins að vera fyrir frá hann, þá tekur hann. Kári með hlífar. Já, Kári. Það var Elvar. Ómar. Alexanders. Hann losa boltan. Elvar tekur yfirbyttuna og hvað ekki? Jú, fríkast og hendin uppi. Ómar tekur skotið eða hvað? Hendin uppi. Það er ekkert annað í stöðunni en að skjóta eða hvað. Það er dæmt leiktöf. Já, sjálfsögðu. Og Jóhann með langa sendingu. Þvílík sending. Gunni missi boltan. Já, Alexander gerði það sem þurfti. Truflaði þessa sendingu. Og þá er fyrri hálfleik lokið. Staðan 13-11. Valsmönnum í vil. Elvar Friðriksson markaðistur hjá Valsurum með 5 mörk. Hjá afturhendingu er það Böðvar Páll sem er með 4. Stefán Níls er búinn að vera frábær í markinu með 13 varða. Og það er þessi skilur liðin af 2 mörk. En við ætlum að taka okkur stutt leikli eins og leikmenn og komum vonbráðar með seinni hálfleik. Farðu ekki langt. Nýherji kynnir stjörnuliðið frá Lenovo, heimsmeistaranum í PC-tölvum. Fyrirtækjavélin Carbon X1 fyrir þá sem vilja skara fram úr. Hinn sveigjanlega Jóga sem gleður þig bæði heima og í vinnunni. Jóga spjaldtölvan með rafhlöðunni sem endist og endist. Veldu þér tölvu frá stærsta PC-framleiðanda í heimi. Nýherji. Komdu við í Sony Center. Nýherji. Sama hvað gerist, ekki gleyma því að líkaminn þarf hleðslu.
I'm so embarrassed about last night. Oh, I feel sick even thinking about it. Samfimm kynir, Love Rosie. Frá metsöluhöfundinum sem færð okkur P.S. I Love You kemur frábær rómantísk gafamynd. I thought you might be in love with me or something. It's my best friend. Ekki missa af Love Rosie. Good. Excellent. Fantastic. That is major denial, babe. Yeah. Komin í bíó. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. Sumir hafa ótrúlega ástríðu fyrir ljósmyndun, á meðan aðrir vilja einfaldlega safna minningum og jafnvel að prenta út hágæða ljósmyndir. Taktu þitt næsta skref með Canon í verslunum Nýherja og hjá söluaðilum land allt. Whirlpool heimilistæki saman af tækni, glæsilegt útlit og einfaldleika í notkun. Whirlpool, sensing the difference. Heimilistæki. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér Premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos. Fljúðu hálsinn á þeim sem þú elskar. Styttu ferðalagið og lengdu faðmlagið. Taktu flugið. Flugfélag Íslands.
Jæja, árið góður verið velkomnir aftur að skjánum. Sport TV með ykkur hér í Strandgötunni. Úrslitaleikur í deildabikar karla og Flugfélag Íslands og HSÍ. Og hér eru Valsmenn og Afturelding að mætast. Valsmenn yfir 13-11 og leikur að hefjast. Það eru Valsmenn sem að hefja leikinn. Daniel kominn inn á aftur. Já, Elvar byrjar á bekknum og Kári Kristján. Já, þeir hafa mjög góðan hóp Valsmenn. Góða breytt, geta leyft sér breytingar. Alexander upp og það er yfir. Alexander búinn að skora 1 mark í þessum leik. Þetta er fín sending en hér er enn frábær sending fram og Sveinn Aron skorar. Ég skil, Gunnar var alveg einn þarna, enginn nálægt honum. Nei, hann einhvern veginn náði ekki að klafsa í boltan. Nei, náði ekki að halda boltanum. Og hérna er Birkir kominn inn á aftur fyrir Jóhann Gunnar. Já. Ætlaði ekki að skipta hálfleikunum aðeins á milli sín? Jó, ég held að það er styttri skipting núna líka. Þannig að þeir nýta sér það. Birkir búinn að vera tekinn föstum tökum hérna í þessu leik. Hann er skoti, það er... Nei, þeir ná þessu mikið niður. Jæja, Danni kom með bolta í safnið. Danni með hattinn. Við fáum þennan næstu æfingu á Haugum. Eru Haukarnir að æfa hér? Já. Ég æfa á til hér. Já. Já, þessi bolti týndur. Samt að vera að breyta þessu stórkostlega húsi í eitthvað badmintonhús sem ég skil ekki. Nú, já. En Valur getur komið þessu í 15-11. Já, þeir hafa byrjað þennan seinni hálfleik ágætlega, náðu góður hraðaplöpi og hafa tækifæri á að auka muninn enn meira hérna. Daniel og Júlíusson. Hann skorar. Alexander Júlíusson. Gerir þetta fámannlega. Lappar fram hjá Birki. Já. Ég held eins og þú að þeir myndu kýla Birki varnarlega. Já. Hann á greinilega að fá tækifæri hérna. Já, þeir þurfa reynslu að spila vörn líka þessi sákar. Já. Það var að Böðvar, Elvar. Birkir, Elvar aftur, Valsmenn eru duglegir að mæta þeim hérna. Böðvar upp og frábær vörn hjá Orra en ekki eins góð sending fram. Nei, það vant aðeins upp á hana. Kannski ekki hans sterkasta hliði á Orra Frey að senda boltan fram. En frábær vörn hjá honum, Hávar. Það var að afturhalding Elvar. Leysa inn úr horninu Böðvar. Birkir og Elvar missi boltan hérna. Alexander vinnur hann. Sveinn Aron er eldsnöggur og hausar. Karkasna í markinu. Sveinn Aron öskufljótu fram. Og afturinn líka að gera sér seka slæm mistök hér að missa boltan trekk í trekk. Og er búinn að missa Valsarana frá sér. 5 mörk. Já, það verður erfitt núna. Valsmenn, þetta er skref og það sjá dómarnir líka. Kári með, sendingu, víti og 2 á Birki. Myndir í döðafæri. Já, þeir hika ekki við þetta, dómarnir. Ég veit ekki hvað Jóhann er að röfla við þessum skrefum, þetta var alveg klárt. Já. Valsarar hafa, það er nýtt nafn sem kemur á byggarinn hér í dag hjá karlanum. Valsarar hafa aldrei unnið þennan byggar. Og ekki afturlíkaður. Kári skorar, ekkert svakalega öðrugt mark en mark enga síður. Það var það frá hann og nú skaut hann í hann. Já, þetta hefur verið pínu Hafnarfjarða byggar undanfarin ár. Haukarnir unnið þetta að 4 sinnum, FH tvisvar, Fram tvisvar og HK einu sinni. Þetta byrjaði að spila þennan byggar 2006. Og
Og undanfarin 4 ár hefur þetta skipt á milli Hauka og FH. Þannig að það kemur nýtt nafn á bikarinn í ár. Ég sagði við Einar Andra að hann eini sénsi fyrir FH að taka þann. Tengist FH eitthvað? Já. Það var að afturhalding. Þeir eru einu færri. Elvar. Jóhann. Það kemur boltanum á Jóhann, nafna sinn. Og Elvar. Frábær vörn hjá Orra. Hending kominu. Já. Þeir eru ekki alveg að fíla þetta dómarnir allt og lengi að þessu. Fínt skot. En hann verður að fá þetta varið, eða ekki? Já, svo snabbt segjum það. Stefán að gera flotta hluti í markinu. Komið með 13 varða. Já, yfir 50%. Já. Ómar með einhverja stórkostlega sendingu þarna. Sirkussendingu. Og Daniel er ekki alveg tilbúinn í þessu. Kjartmikil strákurinn og 3 flokk. Já. Og Daniel. Ómar. Og sending í hornið. Og það er mark. Vignir Stefánsson með sitt annað mark í leiknum. 18-11. Þetta var, fannst mér svona hálftæp sending en hún virkaði. Og þá er það leiklið sem Afturelding tekur og heyra hvað Einar Andri hefur að segja við sína menn. Það er ekki að ráða sér að mann kastar bara til og frá og býður til næsti mann að taka skari. Ha? Við erum að setja upp í þessum að spila og gera það kraftigt. Það verður allir að fara í árás. Það verður að koma rýkingar. Við verðum að koma ykkur vinna hérna. Ha? Við erum bara hvað er þið spila? Hvað er það sem í gangi? Við erum bara að jóka, ég er fyrir böltan. Ok. Ég er fyrir Jóhann. Já, ég byrja í skipinu. Strákar, það er engin pressa á okkur. Við leggjum okkur alla fram. Það sem restin er núna. Gerum allt í þetta. Mamma það sem hafa ekkert viljað í þetta. Ha? Við verðum að sýna það. Nú verðum við að byrja, drengir. Allir hérna. Allir, koma. Og byrja. Já, þarna var Einar Andri hvass. Já, maður heyrir ekki Einar oft reiðan, en hann pirraður að menn séu ekki að sækja á marki. Þeir eru bara að fara til hliðar og kasta boltanum á milli. Já. Og ég er alveg sammála honum í þessu, það vantar hérna. Já, það vantar alltaf áræðinni í sóknarleikin hjá þeim. Valsarar má ekki taka það, þeir eru búin að gera þetta vel, búin að stíga vel út í skipturnar og þeir eru orðnir pínur hræddir. Já, menn eins og Birkir hérna sækir minna á markið. Hann er svolítið smengur við Stefán og þess að vörn. Það er eins og þeir bara mætt honum í upphafi leiks, hann var bara tekið strax og það hefur haft áhrif á hann, það sem eftir að leiks þarna hingað til. Hér kemur Jóhann með skot, já, loksins. Já, þarna gerir hann Elvar vel, sækir inn í vörnina vel áður en hann klippir Birkir og hann að Jóhann fær flugbröndu. Nákvæmlega sem Einar var að tala um. Þetta er að fara í alveg árás. Já, flott rykking á línunum líka þarna, búið til plássið. Það var það Daniel, Alexander, Daniel, Ómar, Alexander tekur yfirfytuna, Birkir brotlegur. Já, hann náði honum, hann er sterkur þessi strákur. Já. Það var það Orri, það er fríkastið. Já, það reyndi þarna að skutla sér til hliðar og skjóta en Hrafn sýndist mér hafa náði að brjóta á honum. Staðan 18-12 og stuðningsmenn Aftureldingar nota vel í sig heyra hérna. Það var það Daniel, frábærlega gert hjá Daniel og ekkert dæmt. Já, reyngur hann út af 2 en segir að Danna hefði fengið frítt skot. Danni liggur í jörðinni, það verður aldrei frítt skot. Nei, ég er sammála því. Þetta er En hann er með hendina lausa, það er það sem að dómarinn metur. Já. Gunnar
Kristinn fær áminni, nei, 2 mínútur sig. 2 mínútur. Og þá var það afturölding að reyna að komast í gegnum vörðinni á Val, einu færri, hér leysa þær inn. Jóhann tapar boltanum, Daniel vinnur hann. Daniel vinnur hann. Já. Horfa hérna, þeir horfa ekki, maður fann að benda hérna. Já, ég sjá það ekki. En einu fleiri, vilja fá bara skynsemi, 1 mark. Já, við erum með tökla að halda á þessum leik, Valsmenn. Já. Það er auðvitað að sjá afturöldingu vinna þetta, en hér er fín vörn, en... Hann lent á línni. Já. Þarna er Alexander búinn að ákveða, hann ætla að gefa henni í horn, en Orri er frí. Já, Orri að döða frí. Alexander er búinn að ákveða að skjóta þarna og skoraði. Setti bara högun undir sig og keyrði í þetta. Já. Flott mark hjá honum. Sér Davíð er komin aftur í mark. Já. Þá er það afturönding aftur. Einu færri í 42 sekundur í viðbót. Aftur leysa þær inn. Elvar, Jóhann. Og aftur tapaði boltanum næstu því. Tæpir. Og Jóhann. Birkir með skotin, tekur skotfeikið, hornið, Árni. Já. Fínt kláraði á Árna Braga. Vel skotið. Efnilegur strákur. Já, þeir eru í búkum að koma upp, efnilegir. Það var Daniel, Ómar upp og sendir á Daniel. Daniel fær víti. Já, hann stígur aftan á hann. Já. Nú var skotundur laus. Já, mikið frekar en áðan. Já. Ára Kári aftur á vítabúndin. Ég sagði nú að hann fengi ekki fleiri sénsa. Hann er búinn að fekk séns á það, nýtt hann. Já, þetta er 3. vítið. Sjá hvað hann gerir núna. Hann tekur bara sama stað. Já. Komið með 5 mörk hann Kári. Já, 7 marka munur, 21 mínúta, þetta er þungt. Já, þetta er mjög þungt og verður erfitt fyrir afturöndingu að brúa þetta. Það þarf eitthvað mikið að gerast. Þeir hafa verið að spila vel í vetur og náðu góðum köflum. Spurning hvort að þeir ná nú Birkir með skotið. Þetta sem að eru búin að bíða eftir. Þarna náði Ágúst að binda þristana niðri. Nei, já, Ágúst línmaður. Já. Og þá fekk Birkir brautina. Og enginn kom út í hann, þá stórhættilegur þessi leikmaður. Flott skot hjá honum. Hann hafði allt markið þarna að velja úr. Orri, Ómar sækir að markinu. Alexander, Daniel reynir að snúa þarna á Birki, nær því ekki. Birkir Daniel er góður á fótunum. Góður fintari. Já. Þá var það Daniel aftur, fær blokk þarna fyrir hinum meginn upp í skotið. Gunnar brýtur á honum og þarna var Gunnar heppinn. Og hann aðeins í andlita á Ómari, en Ómar var ekkert að kvenka sig við það. Fín sending á Jóhanni og Rapp í gegn og skorar. 2 mörk í röð hjá Aftureldingu. Og staðan orðin 20-15. Aftureldingu klárlega með húsi með sér. Já. Það var að vantar nú alltaf fleiri árundir á valleiknum þó þau séu á toppnum og með besta lið. Já, Július með frábæð fínt skot en þvílík markvarsla hjá Davíð. Davíð las hann alveg. Já. Vel gert. Alexander sig skaut í hitt hornið síðast. Það var vel gert hjá Davíð að lesa þetta. Já. En þeir þurfa afturöng þar Davíð í gang, þá er það séns hérna. Já. Og vörnin þarf að kikka inn. Það er alveg klárt. Þá er Elvar farin að gera sig kláran. Og Elvar með frábæra sendingu á fristikistuna og hún skorar. Ágúst Birgisson. Já. Hann er með þetta. Líka muninn í 4 mörk. Og þá stoppaði leikinn að þurrka
aðeins. Þá skiptar markmann, Stefán Nilsen komin út af og inn á kemur leikmann númer 17, Kristján Ingi Kristjánsson. Já, og Elvar kemur inn fyrir Alexander. Já. Orri ennþá línu sóknarlega. Það er lítið fengið að vera í sóknu þetta. Já. Það fær tækifæri núna hérna seinni hálfleiknum að sinna sókninni. Kári einokka þetta, Ómar með skotið, ekki dæmt. Nei, smá snerting eftir skot. Já, keiraður upp hérna, Jóhann upp. Böðvar reynir að tróða honum hann inn á línuna. En Jóhann hendur þessu. Já, vel gert hjá Danna Inga. Komst inn í sendinguna. Já. Hann er ekki ráðið við hann með boltan í höndunum. Nei, það er alveg klárt. Þá var það... Þeir geta hérna skorað sitt 4. mark í röð. Já, það er Birkir. Nei, hann tekur spjótkastið yfir. Og hann er ekki að nýta sér þetta. Ómar, Daniel. Og þeir hægja á leiknum. Þá er það stillaður upp. Daniel á miðunni. Ómar og Orri kemur hér út. Ómar fer í sendinguna, það er tapabolti. Og afturvelding heldur boltanum. Já. Þá keirar upp Elvar. Jóhann upp og í stöngina. Beint í hendunar á Elvari og Elvar upp. Og varinn. Frábærlega varið hjá Kristjáni í markinu. Já, kom tilbaka á láni frá Gróttu þegar Hlynur meiddist. Já. Ungur strákur. Já. Þá er það Valsmenn geta komist í 5 mörk aftur. Hafa ekki skorað í ansi langa tíma. Elvar og Ómar. Elvar, Daniel upp í skotið, það er yfir. Hann var ekki að fara að setja yfir þess að tóa hana. Nei. Og þá koma afturlíkmann Jóhann upp í skotið og Hansmar. 3 marka munur. 4 mörk í röð. Já, nú held ég að Jón taki, rífur upp spjaldi hérna og tekur leiklíði. Já, 2013 í 2017 ef ég fer mér rétt mál, en við skulum fá að heyra hvað Jón Kristjáns hefur að segja í Valsmönnum. Momo, við erum fáið líka 15. Aðeins komið inn að þessi Danna. Elvar áfram. 5 og 15. Reynda miðjuna aðeins. Já, 5 og 15. Svona við erum búin að drífa okkur tilbaki. Já, svo þurfum við að drífa okkur tilbaka núna. Ok. Strákar, komið það inn á fullu núna. Komið það. Og býða þess. Strákar, við þurfum að taka helvítis frumkvæðin í helvítis sóknarlið. Við þurfum að langa þetta. Koma hérna. Já, Kári talar um frumkvæði í sóknarleiknum sem er að vissu hluti rétt. Þeir hafa ekki náð að nýta sér færin hér í langa tíma, en það verður að gefa vörninni kredit hjá afturhaldingu. Já, þeir eru búin að loka vel á þá. Davíð er ekki búin að verja svaka marga bolta á þessum tíma. Þeir kom ekki skoti á markið. Tók reynda góðan að frá Alexandra áðan. Já. Nú fer Danni Inga út af og nú Kári á línu líka. Já. Svona upp í sitt hefðbundna lið. Já. Það var Alexander og Þetta er XP. Kári er grimmur hérna á línunni. Já. Skapar mikið plás. Þetta var XP sem þeir eru að spila núna. Já. Það var Daniel. Nei, þessi Alexander og Ómar með skot og Davíð vinnur. Það er þetta. Erfið skot. Já, vel gert hjá Davíð. Það komið 7 varða. Elvar, Jóhann og þeir stilla upp. Böðvar kemur út af, Hrafn kemur út af og Birkir og fyrstikistan Ágúst kom inn á. Já, þetta er að verða að leika aftur. Já. Koma sér vel inn í þetta.
Það var það Birgir upp, frín. Vel gert hjá Birgir, en þannig Ágúst bara fyrir, en þeir fá aftur út í. Kári fór með Ágúst bara og keyrði hann í Jóhann. Já, það var ekkert í stöðunum til að dæma bara víti. Já. Og það var 20-13, ekki? Gerðu örgla. Það var 20-13. 20-13, 19-13, 20-13. Og hér mark! Gunnar Kristinn skora sitt þriðja mark. Og minkar munin enn í 2 mörk. Já. Ótrúlegur kraftur. Drámarandi bæta bara í þetta, nú alltaf að vera vitlaus. 5 í röð segi ég. 5 mörk í röð hjá Aftureldingu og þeir komnir inn í leikinn aftur. Eitthvað sem við vorum búin að útiloka hérna áðan. Sem við erum að vita betur að gera ekki. Alexander upp og það bara langt yfir. Ekkert dæmt. Davíð kemur honum í leik. Jóhann, Böðvar, Jóhann aftur. Böðvar. Og nú verður að róa niður. Böðvar og Hrafn út af. Þeir skipta. 6 mörk í röð, ég trúa því að... Hvað var 2 marka munur í hálfleik? Eins og ég sagði, þeir Afturelding hefur eiga góða kafla í leikjum og þeir eru að sýna þeim nákvæmlega núna þennan kafla. Birgir á þessum kafla núna búinn að taka 2 mjög erfið skot. Eftir... Þarna var hann Kristján, frábær vörn, en Ómar heldur honum, Elvar upp og Davíð verður þetta og Elvar brotlegur, dæmdi línu á hann. Já, dæmdi línu. Kristján var bara mættur í hornið þarna á Birgi, ég held að... Birgi aðeins sort á rammann, þá er þetta bara vippað í hittóni. Það var að Valsmenn, Kári komin hérna. Kemur í blokk fyrir Elvar og Elvar upp. Nei, að reyna að koma á Kára. Kárin að snúa sér einhvern veginn en Árni Bragi brotlegur og fær 2 mínútur. Já, Anton flautar hann að Kára finnst þó snemma en hann vissi náttúrulega ekki hvað var í gangi. Boltinn var bara að fara á milli manna hana. Kári var ekki komið með takið boltan. En það var vantarlega eitthvað áður, einhvern peysutól. Já, Valur einum fleiri, 2 mínútur. Nú ættu þeir að... Hvernig hvort þeir brjóti í sig núna sóknarlega? Já, ég með gruna það. Nei, frábær vörn. En allt brjála hérna. Og Anton róar það niður. Anton tekur bara headsetið úr. Já, Gunnar tók hérna smá stökk, var ekki sáttur við þetta. Já. Þá var það Elvar. Og Ómar upp á Alexander, hann var aftur með sendingu í hornið, það Sveinn, hann hlýtur að skora og gerir það. Hann setur hann. Já, mjög öruggur af Sveinn Aron. Já. Má ekki fá svona góð færi. Nei. Jæja, 3 marka munur. Já. Og það er 1:20 í mannin hjá Aftureldingu. Jóhann Gunnar komin í skiptuna. Já, nú reynir á Aftureldingu að reyna að halda dampi. Hvað gerir Jóhann upp í skotið? Hann var að sækja þetta fríkast. Hann beið allt og lengi. Já, hann var bara að sækja. Hann ætlaði að skjóta. Ég held að hann aldrei að skjóta. Reyns hann. Já, hann gerir þetta. Innan 10 sekúndur. Já, 50 sekúndur í mannin. Og Elvar. Skref ruðningur. Já, keiraðir. Og þetta er ruðningur. Já, þetta er ruðningur. Hann er löngu búinn að stilla sig upp. Jóhann reynsluboltinn tók Kára þarna. Það er nú ákveðin vilja að fá Kára í fangi svona á ferðinni. Já. En unninn-bolti. Já, vel gert hjá Jóhanni, Gunnari. Komaði Gunni leysir inn. 10 sekúndur í mannin, vantarlega að sækja fríkast. Jóhann bara í skotið. Kristján, þetta lítur út fyrir bara mjög auðvelt. Já, bara... Bara tekur hann að létt hendina niður. Hefði ekki verið svona jafnt í liðum. Hann er komið með 4 varða. Nú þurfa Aftureldingarmenn aftur að taka þennan kafla á næsta level hérna eins og tók á þann. Voruð 5 í röð.
Og Birkir hendi komin upp, Jóhann í gegn, nei, sendir á Jóhann Gunnar í horninu og Jóhann skorar! Hann sikar ekki. Jóhann Gunnar skorar sitt fyrsta mark í leiknum. Aftur 2 marka munur, 10 mínútur eftir. Nóg eftir þessu leik og þetta verður án efa spennandi til síðustu. Afturhendingismenn mega ekki missa dampinn núna, búin að hafa mikið fyrir að ná þessum mun niður, voru 7 mörkum undir. Hér kom Kári með boltan og hann fær fríkast. Eða hvað? Ég bara hissa þetta, ef þetta eitthvað þá þetta víti. Já, hann vildi nú, Anton vildi meina að Árni Bragi hefði svona algjörlega hent sér niður en ég er ekki sammála því. Kári fór nú í hann. Já. Þá átti bara að vera víti, hann var inn í teig þá. Hann var inn í teig. En þá fara Valsmenn aftur að stjá. Og Ómar upp. Og það er varið. Mér finnst Ómar mikið meira hikandi núna en í leiknum í gær. Já. Nú fer hendin ábygglega að fara á loft hérna. Frábært skot hjá Ómari Inga. Leið og maður fyrir að tala með einhverju sem ekki tilbúinir í verkefni þá svaraði manni bara. Já. Staðan 22-19. Valsmennum við vil. Og það er nú ekki mikið að gera til þess að Afturelding komast inn í leik en þeir þurfa að hafa fyrir því, það er alveg ljóst. Böðvar, Jóhann og allt opið þarna, sendi ekki hotnið. Nei, frábærlega gert hérna, vel spilað í Aftureldingu. Gunnar kemur boltanum á Böðvar og Böðvar skorar. Þetta var vel gert hjá Gunnari. Las aðstæður vel og kom boltanum á Gunnar á Böðvar. Nú kemur Jóhann Gunnar inn í vörðina og Stefán Nílsen inn á aftur. Maður gæti svo sem sagt sér það, hann er ekkert lengi út af. Nei, það er rétt. Þeir eru að spila núna. Vandalega spilarinn að koma framalega, kemur blokk frá Kára og leita svo að boltanum en Gunnar stelur boltanum. Haldunum, Árni Böðvar inn og skorar og minkar munin í 1 mark og áhorfendur rampast hérna. Taka vel við sér hérna, öðrum megin. Frábær kafli á Aftureldingu hér í seinni hálfleik. Það er svona 12 mínútna kafli, 10 mínútna kafli sem þeir bara gjörsamlega voru frábærir og er alltaf að halda því áfram hér og minnka munin í 1 mark. Og aukastæðist dæmt. Og Elvar fær blokkina hérna, Jóhann út. Alexander í skot í grefinu, frábært skot. Hann var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera hana. Nei, ég held að hann hættu við. Á bara að setja hann inn í vinkilinn. Glæsilega gert hjá Alexander Júliusinni. Já, þeir haldi sín 2 mörkum. Já. Þá var það Afturelding Böðvar upp og það er frábær vörn hjá Kára Kristjáni. Þvílík vörn hjá honum. Ég held að Kári sé eignar sér titilinn maður leiksins inn í dag. Hann er að spila fanta vel. Þetta var, Böðvar gerði sér erfitt fyrir hann, tók bara í skrefinu. Mátt kannski fá boltan á ferðinni. Þá er þetta aðeins erfiðara fyrir Kára að verja boltan en frábærlega gert hjá Kára. Kára Ómar og hann mætir hérna Gunnari, Gunnar stoppaði þetta. Ég veit ekki á hverju Elvar kom inn miðju á það. Nei. Átt að halda breytt. Kára Ómar og Elvar gefur á Finn, Finnur kemur fara allt flugbrautina, sendur að Kára og Kári nær ekki að skora þarna. Nei, ég var að segja ekki mikið. Það var pínu tæft sem að fara aðeins í löppina á honum en eins og áðan þá var hann bara haldaði línunni. Frítt skot. Viljar meina. Já, hann fekk skotið. Fín varsla hjá Davíð Svans. Komið með 9 varðar. 8 eða 9 varðar áruleis.
Það er líkillinn að þessu, hann þarf að komast í gang. Frábær vörn. Já, hann náði boltanum þarna. Já. Já, en hann eitthvað að faðma með hinn hendinni. Aftur getur minkað þetta í 1 aftur. Ára Böðvar. Jóhann upp, sendir á Böðvar. Böðvar í skot í skrefinu. Þetta auðvelt fyrir Stefán í markinu. Seta hann ekki. Já. Réttendur hérna breytt. Hægra megin, það erfitt skot. Já. Og vel varið. Það Valsarar geta bætt í, komist 3 mörkum yfir. 5 mínútur eftir, Alexander hætti við skotið. Ómar, Elvar og Elvar aftur með fáránlega sendingu og beint í hendunar á Jóhanni Jóhannssoni. Ég veit ekki hvað var að gera það. Nei, og Jóhann kemur á ferðinni. Jóhann Gunnar, nafn hans, skorar. Það var smá hefnisbragur á þessu. Stefán var í boltanum. Já. Minkaði 1 aftur. Þetta klaufalegt hjá Elvari hanna. Sendingin beint í hendunar á Jóhanni Jóhannssoni. Og afturönding minka munin í 1 mark. Þetta verður eitthvað hér síðustu minnar og Elvar aftur að gera sér sekan Þetta bara erfitt skot. Já, takaði bara leikli núna 4 mínútur eftir. Já, það var ekkert annað í stöðunni. Jón Kristjáns yfir. Já, Elvar ekki alveg að finna sig hérna. Nei, ótíðanbara skot. Já, algjörlega, sjáum hvað það segja. Hann hérna XP, taka það. XP, leysingar. Svo krafti, XP veitir ekki. Það er 5. Hinleysingin. Helstur hotni. 5+. 5+. Og lætur þá. Og strákar. Síðasta. Tökum við hérna Elvar Vísnumegin. Og þá klípi vakt. Það snýst líka bara með höldum þjættingar. Hey, kláru leikinn! Já, erfitt að heyra hvað það er svo góð stemning í húsinu. Já, hann ætlar að taka XP og svo eitthvað sem heitir IBF. Já, það er IBF. Já, það var með Elvar vinstra megin. Já. Við vorum með töldu upp hann nokkra lausnir sóknarlega og sjáum hvað Valsararnir gera úr því. Byrja í XP. Já, byrja klálega í XP. Og þá var það Elvar að leysin úr horninu á móti. Já, það er XP, innlýsing á móti. Hér kemur Ómar. Elvar upp. Nei, Elvar að gera sér sekanum. Slæmi stök aftur og hér er sending fram á Gunnar. En hann verður að gera sig... Já, Elvar Friðriks að gera sér sekanum. Slæmi stök hérna 2 skipti í röð. 2 sendingar sem að hann bara kastar í fangið á afturliðsmönnum og afturliðin getur jafnað hennar leik. Já, það væri flott að hafa mark núna frá afturöldingu. Og Böðvar í gegn. Já, góður. Já, fínt stopp þarna. Alexander sterkur á trögnum. Kári komin í miðjuna hérna. Þetta er ekki hans sterkasta staða. Böðvar jafnar leikinn. 23, 3 mínútur eftir. Þvílíkur leikur hér sem við erum að vitna. Já, það er eitthvað mikið með afturöldingu núna hérna. Bara vilji og mikið hjarta í þessu liði. Já, 7 mörkum undir. Þegar 20 mínútur eftir. Við erum búin að jafna leikinn þegar 3 mínútur eftir. Og þá er það Valsmenn. Það er leysa inn, Finnur leysir inn. Elvar reynir að snúa sig í gegn hana, en Jóhann brýtur á honum. Boltinn laus og hvað? Nei, Anton lætur ekki plata sig svona. Kári var ekki komin út úr í punta. Nei. Þá var það innlýsing aftur. Þetta er eftir að reyna að finna Kára núna. Elvar reynir að setja á Kára. Kári. Þetta er 2 mínútur á Jóhann. Já. Hann tógar aftan í hann.
Einar Andrea kvarta. Já, 2 mínútur, þetta er ekki á slæmum tíma. Ef einhvern veginn vill ekki á 2 mínútur, þá er það 2 mínútur eftir að leiknum. Já, það eru 2 mínútur eftir. Og það er náttúrulega lykilatriði fyrir Val að nýta þess að sókn og geta stillt upp í vörn. Já, þeir verða að gera það. Ómar og Alexander. Hending komin upp. Þetta lítur ekki vel út í Val hérna. Ómar rennir sendingun á línuna. Elvar skorar. Nei, þetta er dæmt lína á Elvar. En þriðja skiptið í röð sem að Elvar er sigur mistök. Já, afturhending einu færi og geta komist yfir. Já, ég held að leikliðið sé, það er ekki leikliðið inn í afturhending, hljóta að bíða með það hérna, 20 sekundur eftir. Það fer að leggja þetta á... Já, eða eiga það í lokin. Já, ég hugsa hann kannski bíði með þetta til svona 10 sekundur eftir. Elvar, Jóhann, hvað gerir Jóhann? Skotið, það er gripinn nánast en Gunnar, það er að gefa þannig í hotninu, frábær vinna, já, Finn. Já, gerðu vel. Já, nei. Mínúta eftir. Já, ég held að væri mínúta eftir aðan, tómur rugli. Ég held að klára þetta alla leið. Já, ég er svo æstur, ég held að tíminn var búinn bara. Já, Valur er búinn að nýta þetta mjög illa inn fleiri. Já. Í seinni hálfleik. Það var það Ómar upp. Elvar með skotningu hotnið og það er framhjá. Vignir brennir af og afturhending fær tækifæri til þess að klára þennan leik. 30 sek í manninn. Já, þeir fá taka leikli hérna þegar svona 10 sekundur eftir að leiknum. Já. Spá ég, núna já, 15 sekundur eftir þá tekur hann leikli. Og við skulum fá að heyra hvað hann ætlar að grúska hér í síðustu sókninni. Það er enginn að 15 sekundur eftir að leiklu, það er enginn hendi komið við hann. Við spilum rólega. Síðan sækir Elvar hægra megin Átna. Sækir hann og Átni sækir Bödda. Hún kemur í skotum á miðjuna. Hlustu þig! Böddi kemur inn á miðjuna. Þið skiptum stöðu. Elvar sækir Átna og þið komið í hjúkarhefingu. En það fer í gang. Nei, það er bara 5 sekundur eftir þá klippir Elvar Átna. Þá fara allir tilbaka. Já, þeir ætla að Elvar á að sækja Átni Böðvar, er það ekki? Jó, í júkafæslan eftir krossinn. Þetta er gríðarlega spennandi hérna. Og Jóhann eða Böddi að koma í skoti, það er ekki alveg hvor. Nei, afturhending, áhorfendur staðnir á fætur hérna, gríðarlega spenna í gangi. 9 sekundur eftir, þeir geta klára hana leik eða fer til framleggingu. Og Böðvar upp og skot! Og það er... Aukakast og tími búinn. Við erum að sjá á öllu líkindum framleggingu hér í þessum leik. Böðvar fær tækifæri til að skora. Böðvar getur nú náðan við vegginn. Já, en þú ert með þennan vegg og svo Stefán í markinu, þá er minnka líkurnar töluvert. Sjáum. Já, hvað gerist. Böðvar með skot, hátt yfir og það er framlegging hér í Strandgötunni. Frábær viðureign, tveggja góðra liða. Afturhendingar og Vals. Böðvar Ásk Páll með 7 mörk fyrir afturhendingu hjá Valsurum eða Elvar og Sveinn Aron og Kári og reyndar Alexander líka allir með 4 mörk. En leikmenn taka sér stutt hlé og svo komum við vonbráða með seinni hálfleik. Farið alls ekki allt og langt. Nýherji kynnir stjörnuliðið frá Lenovo, heimsmeistaranum í PC-tölvum.
Fyrirtækjavélin Carbon X1 fyrir þá sem vilja skara fram úr. Hinn sveigjanlega Jóka sem gleður þig bæði heima og í vinnunni. Jóka spjaldtölvan með rafhlöðunni sem endist og endist. Veldu þér tölvu frá stærsta PC-framleiðanda í heimi. Nýherji. Komdu við í Sony Center. Nýherji. Sama hvað gerist, ekki gleyma því að líkaminn þarf hleðslu. I'm so embarrassed about last night. Oh, I feel sick even thinking about Samfimm kynir, Love Rosie. Frá metsöluhöfundinum sem færð okkur PS I Love You kemur frábær rómantísk gafamynd. I thought you might be in love with me or something. It's my best friend. Ekki missa af Love Rosie. Good. Excellent. Fantastic. That is major denial, babe. Yeah. Komin í bíó. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. Jæja, áhorfendur góðir, velkomnir aftur að skjánum. Ef það farið langt, þið fóruð ekki langt. Framlenging að hefjast hér í Strandgötunni. Það þarf að kasta upp á það, eins og allt annað, hver byrja. Já. Þetta var, það búið að vera frábær leikur og afturöldingsmenn búin að fá frábæra stuðning hérna úr stúkunni. Og þetta gæti verið 8. maðurinn, eins og það kallað. Sjá hvað hvort liðið á meira inni hérna. Valsmenn náttúrulega fóru í framlengingu í gær, tvöfalda. Já, það er spurning hvort að það sitji í þeim eða hvort að það séu reynslun ríkari eftir það. Það eru Valsmenn sem að byrja framlenginguna og það er gríðarlega mikilvægt að skora fyrsta markið í framlengingu. Já, og eins og þessi lið að vera að spila mjög sterka varnarleik, þá er það hvert mark sér að staðin er 23-23. Það er ekkert mikið skorað í dag. Nei. Það leit vel út fyrir Valsmenn en þeir skoruðu svo ekkert hérna í einhverja 10-12 mínútur. 3 mörk á 10 mínútur. Já. Það lesar inn, Finnur leysir, Elvar, Alexander missir boltann annars frá sér en brotið á honum. Já. Og Elvar sendir að Kára. Kári ætlaði ekki til þennan slag. Nei, tók ekki þennan slag. Það með 2 hann að lurka í sér.
Alexander með skotið, það hátt yfir. Já. Þá kemur Jóhann. Anna fer í sendinguna, frábært fín sending og mark! Og Afturelding komið yfir, Árni Bragi Eyjólfsson kemur Aftureldingur yfir. Og eftir fína sókn Jóhann Gunnar sendi hérna á nafna sinn og Jóhanns náði, hann svona kannski ekki beinsending en boltinn bastir Árna. Já, Árni gerði vel. Já, og Alexander upp og varið, frábærlega varið hjá Davíð Svansinni. En þarna gerði Jóhann Gunnar sig sekanum að reyna að stela boltanum og misti bara manni fram hjá sér. En Alexander fekk fínt skot. Davíð bjargaði þessu. Afturelding getur komist 2 mörkum yfir, þeir voru yfir mest 3-0 í byrjun leiks. Já, 3-0 og 4-1. Jóhann, ruðningur eða hvað? Nei, Kári fær bara ekki ruðning. Það bara ekki séns. Ég skildi ekki, þetta var ruðningur. Já, Kári kannski svona full línur í fótunum kannski, má falla meira sem Timbur kannski. Já, hann bara löngu búinn að stilla sér upp. Já, ég er sammála því. Hann búinn að reyna þetta tvisvar, ekki fengið, en aftur á móti fengið ruðning á sig. Jóhann fekk ruðning á hann hérna í seinni hálfleik. Já, það var reynda klárt. Já. Eins og þetta. Já, mér fannst þetta líka. Nú kemur það, geta komast í 2. Já. Þetta er slæmsending hjá Jóhanni, en hendin upp nafni hans rettar þessu og Jóhann upp í skotið og það er rétt framhjá. Og hér er Stefán. Kemur boltanum leik, Alexander. Og það er yfir, hann er ekki að ná að hitta ramman en Alexander Júlíusson. Það er ágefni. Ég myndi nú kippa honum aðeins út af núna. Hann er búinn að taka öll skotin í framlengingu á 2,5 mínútu. 3 skot. Aðeins að leyfa honum að anda og koma inn í vörðina bara. Já, þetta er hörkuleikur hérna, Böðvar, Jóhann, upp, dribblar, kemst í gegn og skorar! Glæsilega gert hjá Jóhanni Gunnar Einarssyni. Hann er ekki dauður öllum aðeim, þó að öxlinn sé ónýtt. Gleymum því ekki að þeir byrja með boltan í seinni framlengingunni. Það var rétt, staðan 23-25, Aftureldingur vil er að gera vel hér. Elvar sendur á Kára, Kári ekki. Það var kærleystur Kára. Það vantar Grimden í hérna, ég hefði nú vilja sjá hann bara fara inn úr horninu, hann er vanur því. Gamall vinstri hornamaður, Alexander komin í gegn og það er víti og 2. Já, þetta var hárrétt. Gunnar með sína aðra brottvísun. Þetta er að misti manninn og klára hann svo í kjölfarið. Þarna gerði Alexander vel. Hann fekk ekki alveg nógu mikla hjálpan Gunnar hana. Alexander að biðja mínútu í pásu. Kári, hvað gerir Kári á vítapunktinum? Hann lætur verja frá sér. Annað víti sem Kári klikkar í þessum leik. Hún var skorur 2, klikkur 2. Og þetta var á mikilvægum punkti. Davíð komið með ykkur að 10 boltavarða. Búinn að vera flottur hér. Búinn að koma vel inn eftir að koma inn og aftur í seinni. Það kemur Elvar, Árni og Jóhann. Þeir eru náttúrulega einu færri, má ekki gleyma því. Jóhann upp í skot en það er Stefán sem verður þetta. Glæsilega gert hjá Stefáni. Þá koma Valsarar, þeir verða að nýta sér þetta að vera einu fleiri. Það er ekki hægt að fá ekki allavega opið færi. Ómar í innleysingu, Ómar kemur á. Og sendir í hornið. Og Vignir fer ekki inn, þetta er fín vörn í Aftureldingu. Og frábært gert hjá Ómari. Ómar var ekki að hika núna. Nei, sá ekki neina ástæðu til þess. Og minnka munin í 1 mark. 15 sek eftir að fyrir framlengingu. Ná einu skoti. Gott að setja núna einu færri og byrja með henni í seinni. Og Elvar! Frábært mark hjá Elvari Ásgeirssyni.
Gríðarlega mikilvægt mark. Magnað mark, lengst utan á velli. Já, og þá bara stutt. Það ekkert leiklið, það bara skipting strax. Það var ekkert að vera að ræða málin eitt en þetta bannað. Já, þetta ámenning. Ílíkt mark hjá Elvari hérna á loka sekúndum. Fyrri framlíkingar, fyrri hálfleik framlíkingar. 36 sekúndur í mannin hjá þeim. Já, og byrjum við boltan, geta spilað mannin inn. Sem þeir ættu að einbeita sér að í þessu tilviki. Þá það afturhalding. Jóhann búinn að stýra þessu gríðarlega vel hérna á miðjunni. Já. Ég held að Einar Andri sé að landa þeim fyrsta hérna með afturhaldingu. Já, þú heldur það. Við vorum það bara útilokað hérna fyrir leiknum. Já, þá hljóta Valsmenn að kveikja á sér fyrst maður segir þetta. Já, útjingsar þetta aftan á leið. Jóhann upp. Leggur ekki skotið. Jóhann Gunnar í gegn. En fær fríkastið. 10 sekúndur í mannin. Og það er spilan inn. Já. Jóhann missir boltanna frá sér aðeins og gerir nákvæmlega sem þarf að gera. Það er mannin inn. Elvar kemur út af og Birkir inn. Ásgeir inn. Já, línuvarinn inn. Þá það hending komin upp og það er Jóhann. Bindur nú við. Hvað er að flauta? Klukkan hefur ekki farið á stað. Nei. Þá fer hendin ekki upp strax heldur að. Jó. Láta hann að ganga núna í 4 sekúndur. Já, hendin uppi. Böðvar klár í þetta skot. Hann getur skotið þessi drengur. Ef hann setur hann núna þá er þetta búið. Já. Og hann sendir hann að beint í hendurna á Valsurum. Orri Grimmur vinnur þennan bolta. Og afturhalding keyrir tilbaka. Hrafn kemst inn á. Elvar. Vignir. Og afturhalding í 6-0 vörn núna. Nei, hann kemur fram hann Gunnar. Já, þeim verður gengið illa með þessa vörn núna. Og þá var það Elvar. Daniel. Ómar. Kemur boltanum á Elvar. Elvar alltaf í gegn eða hvað? Vignir í gegn. Og varið. Frábærlega varið. Já, hann átar hana. Já, þetta var bara beint á Davíð. Ekki takt að skora svona. Ég vil sjá okkur snúning hérna eða eitthvað skemmtilegt. Já, Vippa, hann er að koma æðandi á hann. Þetta var ekki einu sinni haus. Nei, hann bara fór inn og bombaði. Já, afturhending með Pálmann í höndunum hérna. 2 mörkum yfir. Og 3,5 eftir. Já. Sjá hvað afturhending gerir hér. Það er að setja 3. markið. Jóhann Böðvar, hann fyrir ekki upp, hann er bara að fara upp. Jóhann Böðvar upp núna og hann skýtur og það er framhjá. Og þá kemur Stefán Ísi með frábæra sendingu. Finnur nær ekki að halda honum inn á. Jú, hann nær að halda honum inn á. Þetta er hættulegt þarna hjá Böðvari. Það er vel gert hjá Finn. Finnur átti ná hann ásamt. Já, sendingin góð hjá Stefán. Já, hann gerir ráð fyrir þessu að hlaupa hraðar. Það segi ég. Dan Inga meittur. Það verður erfitt Alexander inn aftur. Það verður erfitt að velja mann leiksins í þessu. Maður veit eiginlega ekki útgóða. Það verður alltaf að koma sig úr liðinu. Nokkrir kandidatar. Já. Við skulum sjá til hvað gerður úr þessu. Verðin á að klára hana leik. Og Valsarar verður að skora núna. Elvar með skot og hann gerir hann. Elvar Friðriksson með 5. markið sitt. Elvar gerir sér sekan 3 mistök hér í lok leiksins. En er að svara fyrir hérna. Þessi hálfleikur hálfnaður. 2,5 eftir. Allt í járnum hérna. Það verður fróðlegt að sjá hvað afturhalding gerir hér. Reyna að koma Böðvar inn í leikinn. Böðvar. Jóhann Gunnar.
Böðvar aftur upp og hann reynir einhverja svaka sendingu hérna. Víti. Og það víti. Kárin í teig. Ílík Jabbar sending hérna á Ásgeir. Já. Var þetta ekki Böðvar sem að vippa hann við? Ég veit ekki hvað Böðvar tók hann einhverja svaka Jabbar sendingu. Hann hefði engin náð boltanum þó hann hefði bara ítt honum beint. Já. En hennar Gunnar á vítalínuna, hann getur komið afturhendingu yfir aftur, 2 mörkum. 2 mörk. Gerir það. 2 mínútur eftir, 2 mörk. Gunnar komið með 5 mörk, 4 mörk. Og þá það Elvar, Ómar og Finnur. Og Finnur skorar. 1 mark. Heldur Völsungur inn í þessum. Þetta allt í járnum. Það afturhending, 1 marks munur, 1,5 mínútu eftir. Þetta verður ekki meira spennandi þetta. Það er alveg ljóst. Nei. Þetta sem koma skal í úrslitakeppni, þá höfum við eitthvað að hlakka yfir. Böðvar. Jóhann reynir að finna ok, kemur. Böðvar og Jóhann nafna hans í gegn en Árni reynir að sækja víti hérna en sjáu þetta! Þetta var Kári með sendingun á Vignir með snúninginn. Þarna vorum við að tala. En þarna var Gunnar alls ekki langt frá því að stela boltanum. Og ég veit ekki á hvað Anton dæmdi hérna. Kári hélt á honum og Gunnar sló hann á höndunum á honum. Já. Það bara má ekki. Það var afturhending og Böðvar upp í skottið og það er í slána og Stefán og hann ætlaði að senda hann fram en nærði ekki staðan 27-27. Erum við á leið í aðra framlengingu hérna. 40 sek. Eða klára Valsar þetta hérna með síðustu sókninni. Það verður háspenna lífsætta hérna. Vignir, Elvar, Ómar upp reynir að sendinga Kárax, skelfileg sending og tíminn er búinn. Og við erum að tala aðra framlengingu. Frábæra handbolti hér í þráðbeinni á Sport TV. Þetta er magnaður leikur, ég bara... Já, þetta verður sögulegur leikur hér. 2 lið sem hafa ekki hampað þessum titli áður. Og það er 5 mínútur hlé núna, en ég held að afturhalding með getur verið sátt við þessu ákvörðun í fyrra að þeir vinna fyrstu deildina og komast upp í úrvalsdeild en ákveða samt að skipta þjálfara og Einar Andri búinn að gera frábæra hluti með þetta lið. Já, sammála því. Einar Andri þurfti líka sjálfur held ég bara nýtt umhverfi. Búinn að vera lengi í EFH. Já, það er alltaf gott að losna hann, held ég. Fyrir flesta. Það er þín orð. Nei, ég ætla ekki að staðfesta það. Nei, ég má það. Já. En bæði lið fá sér smá hressingu. En maður getur ekkert spáð hvernig þessi leikur fer. Nei, þetta er búin að jinxa þetta fram og tilbaka. Það aðalega þú. En markaskorarar hjá Val er það Elvar Friðriks með 5 mörk. Finnur, Sveinn Aron, Kári Kristján, Alexander, allir með 4. Vignir Stefánsson og Ómar Ingi með 3. Já, afturhendingu er það Böðvar Páll með 7. Elvar með 4. Gunnar 4. Jóhann Jóhanns með báðir með 3 mörk. Ágúst Birgisson 2. Árni Bragi 2. Og svo var það Hrafn og Birgir með 1 mark hvor. Davíð Svansson með ykkur á 12 varða. 39% hlutvall og Stefán Nílsen hjá Val með 18, 44% varið. Þetta er, eins og ég vorum að tala um á, það er kannski erfitt fyrir okkur að kandidata til mannleiksins. Ef við skoðum afturhaldingu, hvað finnst þér þar? Böðvar, klárt. Böðvar. Lykilmaður í vörn og markaðastur og líka sé ég, 7 mörk held ég. Já, Gunnar Kristinn líka búinn að vera mjög öflugur. Búinn að skora ykkur 4 mörk. Já, og ég tala, hann er líka lykilhlutverkinn fyrir framann í vörninni. Já, það er mjög erfið staða fyrir framann í vörninni.
láta auðvitað hann. Já, ég seti yfirleitt vera settur þarna sá sem getur ekki varist, til að vera fyrir. Þú varst í þessu hlutverki lengi. Ég ekki sammála því og nú slökkuð og Einari. Nei, en Valsmönnum þá það, Kári búinn að vera öflugur? Já, Kári búinn að vera öflugur. Elvar finnst mér bara búinn að gera ómikið af mistökum til að fá þann titil. Já, Stefán Níelsen. Þetta Stefán eða Kári. Já. Ef Stefán lokar núna í framlengingu þá fær hann þetta og ef þeir vinna. Já. Það Ég slíka í hrifin á honum Elvari Ásgeirs hérna á miðjunni hjá Aftureldingu. Það er gríðarlega flottur leikmaður. Hann er búinn að skora mikið hann byrjaði þetta ágætlega og hafði svo hægt sig en skoraði svo gott mark hérna í lok framlíkingar. Já, magna mark. Fyrri hálfleiks. Dómararleiksins farnir að flauta á liðin. Já, mér finnst þeir nú eiginlega bara mennleiksins í dag. Þeir búinn að misstiga sig sjaldan eða. Já, gefa þeim mannleiksins. Já, Anton hefur samt ekki gott að pítsuveislu. Já, þeir fá flugfar, það er bara að fljúga bara út á land með þá. Og þeir fá það svo oft. Já, reyndar. Og ef við förum að hugsa út frá þessu, þá nú ekki að fara að gefa Kára pítsuveislu. Það getur haft þetta. Nei, gefið liðsfélögunum. Já, mér finnst Kári búinn að vera flottur í dag. Já, hann er búinn að vera flottur í vörninni og sóknum líka. Það voru leikmenn liðanna klára aftur í slaginn. Og það er kastað upp aftur. Það er ekkert annað í boði. Og það er Valsararnir sem vinna aukastið og þeir byrja í vörn. Já, ég held að Orri hafi aldrei heilsað dómurum svo oft á einu sólarhring. Nei. Ég held að sé hárrétt hjá þér. Þetta er bara... Það var tvíframlegt ekki gæð líka og aftur núna. Já, hann er orðinn góðkunningi dómarana. Það væri nú gaman að fá vító hérna, það skeiði nú ekki oft í handbolta. Já, það yrði... Já, ég er sammála því. Þú skalt ekki jinxa það. Nei, þá dettur það út. Já. En Afturelding byrjar í sókn. Já. Það var eins og áðan þá byrjuðu Valsarar í sókninni en Afturelding skoraði fyrsta markið. Já. Sjá hvað Afturelding gerir hér núna í fyrstu sókninni í seinni framlíkingunni. Ég held að trommarinn þeirra hafi týnt sér á öxlina á mig núna, sko. Ég veit ekki hvað er skeið hérna. Hvað segirðu? Ég held að trommarinn í Afturelding hafi sest á öxlina á mig. Hann er alveg að vera vitlaus. Já, og Elvar og frábær vörn hjá Kára. Vel gert. Og aftur Elvar. Alexander með flotta stopp þarna. Mér finnst Alexander að vera að spila vel í vörninni og bara vörnin hjá báðum liðum búin að vera mjög góð í dag. Já, það var upp í skotið, þetta er gripið. Stefán Níelsen greip þennan bolta. Það er eitthvað að draga af skotinu hjá Böðvari greinilega. Menn að verða þreyttir. Já. Alltaf Valsarar að sigla þessu hér í seinni framlíkingunni eins og þau gerðu í gær. Já, nú ætla Vignir að leysa inn og Elvar að vinna með Kára. Ég hugsa að Guðmundur og Geir séu var til að spila hann leik núna. Þeir hefðu kannski getað náð seinni framlíkingu. Hundleiðist í matabúðinu heima. Og hendi komin upp. Alexander upp í skotið og það er Davíð sem vinnur þetta. Og það er lína á Vignir. Það er enn jafnt. Já, Elvar. Jóhann Gunnar sækir á þetta Elvar og reynir sendinguna nær henni. Gunnar með skotið framhjá. Já, þetta var ekki nóg gott. Sendingi fram að Kára. Já, mér finnst Kári hætt aðeins og stemma að hlaupa. Hann er ekkert að ná þessu. Þetta getur verið dýrt svona boltar. Já. En já, dýrmætt ef þetta tekist. Já, þetta eru mikilvæg mörg. Svona einföld og... Já. Það var það Elvar og Jóhannar sikkur megin í skiptunni. Það var Elvar á móti Kára. Jóhanns í gegn. Nei, Kári er þar. Kári komið til hjálpar. Kári orðinn... Já, Kári náttúrulega alveg upp hérna í Haugum að vinna titla, þannig að hann vill ekkert sleppa þessum. Nei, það var rétt. Hann hefur samt bætt sig heilmikið í vörninni síðan hann var í Haugum. Já. Og Jóhann upp og skorar! Magna mark hjá Jóhanni.
Þetta einkennismark Jóhanns. Það alveg klárt. Svífa og svo skjóta undir og í klofið. Hann náði miklum kraft í þetta skot. Já. Eins og Einar Andri talaði fyrir leik að hann ekkert með. Kannski hann aðeins í yfirtölu. Hann aðeins meira það. Glæsileg fitta hjá Ómari og hann skorar. Fór illa með Jóhann hana. Þetta var... Sjúklingurinn. Já, Jóhann gaf allt og mikið þarna utanvert. Og Ómar snöggur og nýtti sér það. Og jafnar leikinn. Það enn jafnt hérna. Já. Þá var það Jóhann og Elvar. Jóhann Gunnar. Allar í gegn eða hvað? Gefur hann á Jóhanns. Elvar í vandræðum. Jóhann öllarlega í gegn. Opið og skorar. Og jafnar og kemur afturlendingu yfir sig. Frábærlega gert hjá Jóhanni Jóhannssoni. Góð skotvinda. Þeir voru búin að spila vel á milli sín og fá mikið hreyfileika í vörninni á Val og að lokum náður opnana. Hann fær pásu í vörninni hérna. Já. Það var Ómar. Kári dauðafrýr hana. Sá hann ekki. Ómar aftur. Finnur. Elvar. Og Alexander. Ómar með skotið. Það framhjá. Þetta var... hann var eiginlega að skjóta þarna svona og fannst á þeim, hendi var ekki komin upp eða. Nei. Þeir mátt bara stilla upp á nýtt. Já. Og Óskar ekki sáttu við þetta. Þá er það afturhalding. Geta komist 2 mörkum yfir. Ger það í fyrri framlengingunni líka. Og Elvar. Frábær vörn hjá Orra. Kári mætir að láta aðeins finna fyrir sér. 15 sek. Þeir hlaða í 1 skot hérna. 10. Jóhann. Orri gerir glæsilega hérna. Og skot og það mark! Hann skorar. Glæsilegt mark. Hann Jóhann Jóhannsson. Kemur þeim 2 mörkum yfir. Þvílíkt mikilvægt mark, alveg svo Elvar gerði hérna í fyrri framlengingunni. Kom þeim í 2 mörk. Valsarar aftur að lenda undir. Þeir þurfa að sækja þessi 2 mörk. Þetta gæti verið nákvæmlega sem að afturhalding þurfti hér. Þeir höfðu 2 mörk áðan og 2,5 eftir. Já, og Valsarar gefast aldrei upp. Þeir eru með Stefán Nilsen í markinu. Og Jóhanns komið með, ekki komið með 5 mörk. Það er 4 mörk. Já, hann er komið með 5 mörk. Fyrir afturhaldingu. Það verða mikilvægur póstur í þessu leik. Það kemur alltaf nýr og nýr sem að gera tilkall í þetta maður leiksins hérna. Ég eiginlega veit ekki hvernig maður á að velja ef það er afturhalding. Og Ómar með skot og hann skorar. Glæsilegt mark hjá Ómari með 5. markið sitt í þessu leik. Og að stimpla sig inn í baráttuna. Einsmannsmunur. Já, þetta verða magnaðar loka mínútur hér. Hafa verið það núna síðustu 20 mínútur allavega. Þessi loka mínúta ætlar að lengja. Þá kemur Elvar og Jóhann. Nafnið hans Gunnar og Elvar. Þetta er fínt spil hjá afturhaldingu, ná ekki að opna valsverðina þó samt sem áður. Hendinni kom inn. Þetta er flott vörn hjá valsmönnum samt sem áður. Góð færsla. Jóhann fer upp í skotið og það er varið. Stefán varði vel og sjáðu Finn. Nei, hann tekur ekki sénsinn á þessu. Þeir eru einu marki undir. Þurfa öðrugt mark núna. Spilaði sama áðan, fá Ómar aftur í árásina. Kári Rikki er undir. Fá þarna blokkeringu Rússa með Kára. Nei,
Leysir inn Elvar, Alexander. Ómar, Finnur fær boltan. Ómar aftur, upp. Hvað brotið á honum, já. Og var það Alexander og Elvar. Fær blokkina, þetta er 2 mínútur, þetta er... Alltaf 2. Já, Kári. Alltaf 2, það klárt. Það, já. Jóhann út af. Hárrétt. Gunnar með þriðju brottu sína í þessum leik. Þeir eru brjálaðir inn í pöllunum, en þetta er hárrétt. Þetta er alltaf 2 mínútur. Ég held að dómarar yfirleitt í svona framlíkingu reyna nú að sleppa eins og mögulega geta regla út af. Já, þetta er... Þessir eru bara 100% ás í dag. Þetta er svona 90% rétt og það þykir bara mjög gott. Já. Er Jóhann komið með 3, segirðu? Já, hann er farinn. Já, hann slangtur það að missa núna. Já. Sérstaklega varnarlega. Sóknarlega er hann líka búinn að vera aflur. Finna línuna vel. Það er eina sjúkraþjálfari út af. Þá er það Valsmenn, manni fleiri geta jafnað þennan leik. Já, það hefur nú ekki dreifst en svakalega vel. Nei, Ómar með sendingi í hornið, Finnur er öruggur. Nei, hann hefur verið það. Þetta var skelfilegt, hann var truflaður hérna í stökkinu. 3 mínútur eftir. Það er ekki að koma honum í netið. Afturölding, einu færri eins og svo ofta áður í þessu leik. 7 sinnum út af, meðan Valsmenn hafa verið eitthvað tvisvar held ég. Já, kannski eitt sem er. Fjóru sinnum. Það er bara munur á þessum liðum. 4 sinnum reyndar. Þeir hérna... Nei, Brottisson er tvisvar á Valsmenn í leiknum, öllum leiknum. Meðan það verið 7 sinnum á afturöldingu. Já, þeir spila 5-1, meira lendi maður og mann. Já. Orra Elvar. Og Birkir! Frábær vörn hjá Orra. Já, hendin komin upp. Var þetta með andlitinu. Hendin komin upp. Já. Þeir eru að senda boltan. Og Elvar verður að skjóta bara. Ég held að þessi var bara inni, en hann fór framhjá. Og Stefán Nílsen gefur boltanum í leik. Vandræðum að koma í leik. Valsmenn að drífa sig, þau þurfa ekki að drífa sig allt og mikið. Nóg tíma eftir, bara 1 mark í einu. Fengur gott færi á þann. Ómar, og hann skorar! Glæsilega gert hjá Ómari. Ómar að snifla sig inn sem tilkall í mannleiksins. Hann er að stíga upp í þessari framlengingu. Alveg klálega. Er þetta seinni? Ég er á svo rúkna. Já, þetta er seinni. Jú, seinni hlutinn. Maður er alveg að tapa þessu. Staðan 30-30. 1:15 eftir. Þetta verður... 4 sekk í mannin. Já, Elvar verður að sækja bara aukakast, verður að sækja markið. Já, nú fer hendin á bygglu. Og sjáu þið, fristisskáp innan skorar. Fristikistan. Mínúta. Sonur ískápsins. Og afturölding Ómar. Ágúst Birgisson skorar. Gríðarlega mikilvægt mark. Það er allt undir hérna í þessari sókn hjá Val. Já, ég er sammála því. Þeir eru ekki alveg klárir á hvað á að gera. Nei. Það kom inn núna, skýrt fram. Elvar leysir inn. Ómar upp og skot og það er mark. En hvað? Hann er búinn að flauta. Já, en þetta var algjörlega honum að kenna. Hann getur ekkert tegð. Boltinn fer í Davíð í stöng og aftur í Davíð og inn. Það er ekkert hægt að breyta neinu. Svona er þetta bara. Það var massíft fúll út í sjálfan sig hérna Jónas. Já. Hann er aðeins að fljótur á sér. Hann hefði mátt bara bíða aðeins. Ákvömmur Finnur og sendinguna beint í fótinn á Elvari. En það er brotið á Finn. Og Ómar, hann skorar! Og jafnar leikinn 15 sekúndur eftir. Og býtur nú við 2 mínútur á hvern Ómar. Hann hleypur í gegnum miðjan
Hann leipur í gegnum miðjuna. Hann má það ekki. Ótrúlega lokamínútur hérna. Ómar komið með 7 mörk. 12 seg. Nei, Jóhann Gunnar er ekki komið 3-2 gamli. Hann er komin inn á. Það veit sem er. Jájá, það er bara að vita sem hann er þá með. Og hann sendir hann út af, hann er betur mátt. Vera komin út af, 3, 2, 1. Og það er vító. Það er vító í... Við erum að sjá vítakeppni. Fyrsta skipti í deildabikarnum. Þetta verður eitthvað. Það er allt fyrir peninginn. Ég veit ekki hvað er í gangi hér. Nú er það bara markmenni sem eiga þá séns á mann leiksins eða? Ég er klár. Þetta er klár, þú ert með það. Jú, ég læti um þetta. Ómar er klárlega maður leiksins hjá Val. Hann er búinn að stíga upp hérna í framlengingunni og er orðið markaðistu líka. Og mér reyndar er Böðvar búinn að róla yfir í framlengingunni en mér er Böðvar heiltið besti maðurinn þeir í dag. Ok, þá látum við því um það. Þú ert sérfræðingurinn í þessu settinu. Já. Þetta verður gríðarlega spennandi að fylgjast með þessu. Afturöldingsmenn í stúkunni taka áfram hvatningarhróp og ég held að Afturöldi vilji klárlega hafa vítakeppnina hérna megin nær sínum árundum. Þeir hafa nú átt höllina hérna í dag, alveg klárlega. Alveg klárlega. Það held þetta er að hálta upp fyrst að Haukar var ekki í húsinu en Afturöldingar við séum þetta. Já. Það voru frábær leikur, tveggja frábæra liða. Hverjir fara á búntinn hjá þessum mönnum gamli? Kári. Kári klár og Ómar er klár. Elvar Finnur. Ómar er oft vítaskipta. Og Sveinn líka. Já, Ómar, má hann er með 2 mínútur, ég veit ekki, má hann taka viti? Já, leiktum í liðin. En já, Afturöldingu, ég er ekki alveg klár, það eru Jóhannir báðir og Gunnar og... Ég segi samt eins og þú, ég veit ekki hvernig reglan er með þessar 2 mínútur. Nei, Hann má ekki koma inn og skjóta síðast á skotinu. Það er hérna megin. Mér sýnist nú. Hérna megin. Það er hérna vinstra megin, það sem að vítakeppnin fer fram eða hvað? Nei, mér sýnist nú Stefán vera hinum megin. Nei, dómararnir ætla að labba að ráða þessu. Þeir ráða þessu, það er klárt. Það er greinilega búið að kastum upp á þetta, það hlýtur að vera. Það er alltaf með, það er Valsmegin. Gunnar byrjar sýnist mér. Stefán var alveg til í að vera þarna inni með líka. Hann fann sig vel í markinu. Hann tók 2 víti þarna með inn í gær. Já. Gunnar fyrstur á punktinn. Og það verður gaman að sjá hvað hann gerir hér. Varinn! Það er fyrsta vítið maður. Stefán Níelsen ver fyrsta vítið. Og þá er komið af Davíði. Er ekki fyrst 5 vítið það? Jú. Ekki klárt. Það sé alveg klárt 5 vítið. Svenn á punktinn. Já, hann hefur verið öruggur. Með góða hendi. Davíð Svans í markinu. Hvað gerir hann? Hann hausar hann Svenni. Hann skorar! Það sendur hann. Og Valsmenn komnir yfir. Kári góð stemning í Óskar Bjarni með í stemningunni hérna. Já, Kári byrjar að stjórna þessu eitthvað. Já, bara að hafa gaman að þessu. Komið í vítakeppni, það er ekkert mikið hægt að gera hérna þessu. Menn gerir gjarna á bekknum en að skemmta sér. Það var að Jóhann Gunnar. Hvað gerir Jóhann? Hann skorar! Setur hann. Og jafnar leikinn. Þá er það Vignir. Vignir, já. Hann klúraði nú víti hérna í leiknum. Var það ekki rétt hjá mér? Myndi hann ekki hausa? Nei. Það var ekki hann. Nei, það var í Afturöldingu, já.
Ok, þá það... Stöngin! Það er jafnt. Það er jafnt, allt jafnt hér. Hann kom við hann, segir hann. Davíð á hann. Davíð sagði hérna, kom með bendingu, kom aðeins við hann. En ég leiði mér efast það. Jæja, þá var það Jóhann Jóhannsson. Hvað gerir hann á móti Stefán Nielsen? Jóhann skorar og kemur afturhendingu yfir. Þetta er fljótt að snúast hérna. Kári er klár í... Elvar er næstur. Elvar getur jafnað. Það er 83-32 hérna. Hann gerir það! Og fagnar innilega. Það var algjör kuldið þarna með kloppan. Og Valsmenn fagnar í vel. Nú fer einn kjúlinn á Stefán. Það er Árni Bragi Eyjólfsson. Hvað gerir Árni Bragi? Hann lætur verja frá sér. Stefán Nielsen ver þetta með glæsibrag. Þá er það Finnur Ingi. Finnur hefur verið vítaskytta hjá Val. Spurning hvað hann gerir. Davíð á mótornum. Og skorar! Setur hann. Þá getur Stefán klárað þetta núna. Já, ef hann verið þetta. Það er Elvar Ásgeirs held ég. Þeir þurfa að skora og verja svo frá væntanlega Kára. Já, það er árétt. Það er Elvar. Já, Stefán á punktinn. Já, hann verið þetta! Og þeir eru deildarbikarmeistarar 2014. Valsmenn vinna þetta. Þeir skoru úr einu víti og hann varði 3. Hann varði 3. Hvern viltu velja? Ég er svo skjössalega. Þetta er alveg... Hann er búinn að verja, var ykkur 20 skot. Og klára svo þetta. Hefur ekki að velja Stefán verið í dag? Jó, klárt. Já, Valur deildarmeistari í ár. Og hérna, eftir 10 framlendanleik og vítaspyrnukeppni. Þetta er hérna magnaða leikur. En nú ætla Freyr að labba niður og taka viðtöl við ykkur. Þeir eru stúrir og afturhendingamenn en